Komiði sæl og velkomin í þessa stuttu yfirferð. Hafið þið einhvern tíma pælt í því hvaða rökfræði liggur raunverulega baki því hvernig enskumælandi fólk ber saman hluti eða manneskjur? Við segjum auðvitað alltaf að eitthvað sé stærra, hraðara eða fallegra, en það sem er svo magnað er að þessi samanburð byggist bókstaflega á stærð og lögun orðanna sjálfara. Skoðum aðeins hvernig þetta puslespil virkar. Við ætlum að renna ansi hratt yfir þetta í dag. Fyrst er það rökfræðin sjálf, síðan skoðum við stutt orð og skott, svo færum okkur í löng orð sem þurfa hjálp, kíkjum á svokallaða töfrabrú, kynnumst tveimur skemmtilegum uppreisnarorðum og draugum þetta svo allt saman í eina mjög einfalda reglu í lokin. Fyrsti hluti, rökfræðin bak við samanburð þar sem stærðin ræður för. Þetta er í rauninni lykillinn að þessu öllu saman. En byðu, áður en við höldum áfram, hvar er eiginlega lýsingarorð? Jú, adjektiv á ensku er einfaldlega orð sem við notum til að lýsa því hvernig hlutir eða fólk eru. Er eitthvað stort, hratt eða kannski ískalt? Akkurat, það eru lýsingarorð. Og hér er stóri punkturinn. Stærð orðsins ræður reglunni, já bókstaflega, hversu stutt eða langt orðið er í raunveruleikanum. Að meta hvort orðið sé stutt eða langt er mikilvægasta skrefið í byrjun. Allt annað veltur á því. Annar hluti, stutt orð og skott. Hér erum að tala orð sem maður á auðvelt með að segja í einum andadrætti. Skoðum aðeins nokkur dæmi. Fast, tal, old. Sjáið hvernig þau rúmast öll í einu atkvæði. Þau renna nánast áreynslulaust af tungun, er það ekki? Það finnst strax á hljóminum að þetta eru stutt orð. En hvað gerist svo þegar við byrjum að bera eitthvað saman? Sko, ef annar bíllinn er sneggri en hinn, þá tökum við einfallega stutta orðið okkar fast og festum lítið skott aftan á það. Útkolan verður þá fastur, geggjað einfalt og rökrétt, ekki satt? En hvað ef við viljum fara alla leið á toppinn? Pólstjarnan sjálf, algjört númer 1. Til að sýna að eitthvað sé allra hraðskreiðast, þá setjum við the fyrir framann og skott aftan á orðið. Þannig breytist fast yfir í the fastest. Þriðji hluti. Löng orð þurfa hjálparorð. Við notum þessa aðferði þegar það er orðið allt of erfitt eða hálf kjánalegt að reyna að bera fram skottin. Hér erum við að tala orð eins og beautiful, expensive eða comfortable. Þau innihalda mörg atkvæði. Málið er að ef við reynum að smetla auka atkvæði aftan á þessi langu orð, já, beautiful eða expensivest, þá hljóma það bara eitthvað svo styrt, maður fær nánast hnút á tunguna. Svo hvað er lausnin? Jú, snilldin er að við notum hjálparorð í staðinn fyrir að teygja endan á orðinu. Við setjum orðið more beint fyrir framann. Expensive verður einfallega að more expensive. Grunnorðið helst algjörlega óbreytt, enginn fær hnút á tunguna, en samanburðurinn skilar sér fullkomlega. Nákvæmlega sama rökfræði gildir síðan ef við erum að tala algjöra yfirburði. Í staðinn fyrir flókin skott settum við bara hjálpafrasan the most fyrir framann. Það fáum við the most expensive. Skýrt, snirtilegt og auðvelt að segja. Fjórði hluti, töfrabrúin okkar. Hér ættum við að skoða hvernig við tengjum hluti beint saman í sömu setningu með hjálp orðsins than. Pælum aðeins í þessari setningu. A Ferrari is faster than a bicycle. Takið eftir orðinu than. Þetta er einmitt brúin okkar. Hún reynlega verður að vera þarna til að tengja saman þessa tvo hluti sem við erum að bera saman. Bíllinn öðrum megin, hjólið hinum megin. Þetta gildir líka nákvæmlega eins löngu orðin. Gold is more expensive than silver. Það skiptir engu máli þótt við segjum komin með hjálparorðið more, brúin, than er alltaf notuð ef við erum að bera saman til dæmis gull og silfur. Þessi brú er algjörlega ómissandi. Fimmti hluti. Uppreisnarorðin 2. Good og bad. Einhver sagði að engin regla væri svo fullkomin að það væru engar undantekningur, ekki satt? Ok, hér verður þetta smá spennandi. Orðin good og bad hegða sinniflega eins og algjörir uppreisnarseggir. Þau láta hvorki setja á sig skott, neða taka þau við einhverjum hjálparorðum. Þau breyta einfallega algjörlega lögun. Grunnorðið good hoppar beint yfir í better þegar tveir hlutir eru bornir saman og verður svo að því best þegar við erum komin á toppin. Sama með bad sem verður að worse og endar svo sem the worst. Engin rökfræði stærð á bakvið þetta, maður verður bara hreinlega að harka af sér og læra þessi tvö utan að. Sjötti og síðasti hluti, snögg samantekt. Við ætlum að púsla öllu þessu saman í eina heildstæðu og auðveldra mynd.
Sko, ef við höldum okkur við þennan tékklista, þá er þetta leikur 1 hvenær sem er. Skref 1, hugsum startina. Er orðið stutt, flott, beitum við á endan. Skref 2, er það langt, skellum hjálparorðinu more fyrir framan. Skref 3, eru 2 hlutir í setningunni, þá tengjum við þá saman með þann. 1, 2 og 3, máli dætt. En við verðum auðvitað að ítrepa þetta, þrátt fyrir hversu rökrétt þetta annars er. Munum alltaf eftir litlu uppreisnarseikinum okkar sem skiptum lögun. Orðin góður og slæmur koma svo gríðarlega oft fyrir í hversdaglegu tali að það er algjörlega líkilatriði að hafa good, better, the best og bad, worse, the worst alveg á hreinu. Við erum komin í mark í bíli með hennan flotta grunn, en svona rétt í lokin er ótrúlega skemmtilegt að velta því fyrir sér hvað gerist eiginlega þegar að glæný slettjörð eða slangur bætist við tungumálið í framtíðinni? Ætli nýju arðin fylgja alltaf þessum formúlum stutt skott eða lengt hjálparorð eða munum við sjá fleiri ný uppreisnarorð verða til og brjóta alla reglur? Tungumálið alltaf að þróast og það er lúmst spennandi pæling. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessari yfirferð í dag, vonandi höfðu þið jafn gaman af þessu og ég. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.